Blessaður Hrafnaþing mánudaginn. Hálfu mánuð eftir að fellibylurinn augaði á fellibylnum gekk yfir Ísland, Jón Ásgeir Jóhannesson hjá Baugi Group og Baugur og Haugum og öllum þessum fyrirtækjum 3700 verslanir, 53.000 manns, veltan 1000 milljarðar íslenskra króna. Hann rær lífróður og hefur róið núna alveg frá því að Glitnir banki var yfirtekinn af ríkinu þar sem að hann og aðilar tengdir honum voru jú eins og allir vita stærsti hluthafinn. Velkomin. Töff tímar. Já, það var að segja það. Men okkar fyrsta spurning, ég veit, Jón Ásgeir, þú ert góða foreldra, mjög góða foreldra. Gætir þú núna setið inn í eldhúsinu hjá Ásumóður þinn og sagt, mamma, vitandi vits, hef ég aldrei brotið lög við að byggja þessi fyrirtæki? Já, ég get alveg, það hefur aldrei verið. Ég meina mennastu stundum að þegar móðir manns horfir í augun á manni og segir, gerðurðu þetta? Að þá engar að undankoma auðir. Nei, ég held að þetta fyrirtæki hafi verið byggt upp með góðum viðskiptahugmyndum og gildum. Fyrir svona 18-19 ára þá voru við og pappiðinn samtíða í húsi Vesturnar. Þá var hann í einhverju sérverkefni fyrir Kaupmannarsamtöki, búinn að vera svona hálf atvinnulaus og við vorum, ég nýreki frá sjónvarpinu og við vorum svona eiginlega væli yfir því að það vildi ekki hafa okkur í vinnu. Nokkrum mánuðum seinna byrjuðu þið að vestin í Skútuvogi, raði hillur og taka við penningum og gera allt sem þetta gera. Hvernig varð á tæpum 2 áratugum Baugur að þessu risaveldi á Íslandi og síðan út í Bretlandi og Norður? Jú, við byrjuðum fyrir tæpum 20 árum, þá byrjuðum við í Skútuvoginum að vesla og það gekk mjög vel og Bónus var hratt mjög stórt verslunarfyrirtæki á Íslandi sem síðan rann saman með Hagkaup og úr var stofnað Baugur hérna heima 1998 og Baugur ekki með 10 ára gamall. Baugur Ísland eða semst Hagar eða ég veit hvað Baugur 10 ára gamall fyrirtæki. Já, Baugur 10 ára gamall fyrirtæki. Jón Ásgeir, hvernig gerðist þetta ævintýri? Ég meina, höfðu alltaf nægilegt aðganga fyrir það var ekki búið að einkavæða banka þegar þetta var það var ekki eins og að hugsa það. Nei, við áttu góð fyrirtæki sem að skiluðu cashflowi sem að var til þess að byggja upp meira og síðan voru lántökur líka teknar og okkar vel hefnaðar yfirtökur erlendis sem að hafa gefið mjög vel að sér. En þegar þetta svo, ég meina 53.000 manns, hvað voru þið, 5 eða 10? Við vorum 4. 4 þegar þið byrjuðu og þetta byggst svona upp. Sagan sagði hér bara, kannski fyrir 7-8 árum, þá hefur breski bankar, Royal Bank of Scotland til dæmis og Barclays, raunar staðið í biðröð og sagt við ykkur, baugsmenn, megum við vera með? Að það var bókstaflega kefst það að fá að fjármagna það sem þið voruð að gera. Já, það var ekki bara hérna sem að aðgangur og fjármagni var að opnast mikið, það var líka erlendis. Þannig að Bank of Scotland hefur fjármagnað mikið á okkar yfirtökum í gegnum tíðina. Nú nýbúið að bjarga Royal Bank of Scotland. Já, það hefur engin trú á því. Já, engin trú á því. Tengist það á einhvern hátt viðskiptum bankans við ykkur? Nei. Bankin eins og allir bankar í heiminum að lenda í kreppu út af húsnæðismarkaðinum í Bandaríkjunum. Og það Bank of Scotland sem var mjög traust fyrirtæki verði fyrir því að húsnæðisverð lækkar í Bretlandi og aðgangur af lausu fé takmarkast mjög mikið. En menn hafast ólíkt að í Bretlandi og á Íslandi með því að hvernig þeir hafa stutt við bankakerfi. Þegar þú horfir á, ef ég kannski spyrir þig, þú ert búin að segja það að þú ert að róa lífróður fyrir fyrirtækið þín. Já, ég finn að það er ekki launug að það hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á okkar rekstur okkar fyrirtæki þegar allir helstu bankarnir sem við hefum viðskipti við fara bara í daginn á hausinn. Og þetta hefur það í för með þess að yfirdrættir lokast, samningar sem að bankar hafa gert við okkur og undirrita, bankarnir get ekki staðið við það vegna þess að þeir eru gjaldþrota og
það náttúrulega hefur víðtæk áhrif. Leið gerist það náttúrulega í okkar umhverfi að trausti fyrir algjörlega á milli Íslendinga og Breta. Og það myndar svona milliríkja deila og við einhvern veginn festumst í miðju hennar. Og það þýðir það að þeir sem að selja okkur vörur í Bretlandi fara allt í einu að draga tilbaka svo kallar credit insurance línur. Og það veldur enn meiri skaða. Þannig að svona bara með hverjum deginu náttúrulega mikil hætt á því að verðmæti tapist ef við náum ekki að bregðast við. Eru íslensku viðskiptabankarnir, innlendu eða erlendu útibúðarar, stærsti þjónustu aðilinn ykkar í sambandi við fjármagn? Nei, það nú svona misjafnt, en þetta mikil sambankarlán sem að íslensku bankarnir hafa komið að og þeir í sömu tilfellum hafa verið að útvega sömu okkur fyrirtækjum svo kallar yfirdráttarlínur sem eru mjög þandar ákvörð á þessum tímapunkti ársins þegar það verið að kaupa inn fyrir jólin. Nú það að velta samkvæmt heimasíðin ykkar 5 milljörðum punda. Miðað við eins og pundið í dag á rétt tæpa 200 krónur, þá þetta 1000 milljarðar íslenskra króna. Það talaði skuldi bönkunum á Íslandi einhvern miljard punda og jafnvel meira sem myndi þýða þá 200 milljarðar. Það Jón Ásgeir, einhver óeðlilegt skuldahlutfall miðað við þessa veltu? Nú spyr ég bara eins og sá sem ekki veit. Nei, skuldir ekkert óeðlilegar. Það hefur kannski verið svona dálítið snúið út úr því. Það alltaf á bak við þessu skuldir líka gríðarlega góðar eignir sem við höfum bent á. Og við höfum líka bent á það að við mögum ekki eyðileggja þessar eignir. Við þurfum að vinna með bönkunum að hámarka verðmæti þessar eigna. Og ég held að þessi eignasóun sem við höfum séð hérna síðustu 14 daga, þar sem við bara hreinlega verið að gefa verðmætar eignir í burtu á einhverju metraða, náttúrulega einhverju mesta vitleysa sem maður hefur séð. En nú spyr ég þig, hefur ríkið sem orðin raunar eigandi, að verða eigandi Kaupþings líka, hefur ríkið svigrúm eða þessi nýju stjórnendurnir til þess að endurnýja lánalínur við Baug og þá spyr ég miðað við hlutfall eigið fé öðru slíku? Nei, við erum kannski ekki að biðja neitt nýtt fé, við erum að biðja að við þurfum að vinna þarna úr hlutum, að við séum ekki eyðileggja verðmæti. Það vantar ekkert nýtt fé inn í reksturinn. Það vantar bara endurskipulagning í kjölfar þess að bankarnir get ekki staðið við sína skuldbindingar. Það var lítil fréttin á mbl.is sent í gærkvöld eða í nótt, þar sem sagt að ríkið væri jafnvel að hugsa að selja ekki skuldir Baugs. Nú, en almenni borgari, Jónas, ég skilur ekki almennilega þennan fyrir viðskiptafélag ykkar Philip Green sem hendi ykkur nú eiginlega út á skrifstofu sinni þegar húsleitin var gerð sælla minningar og þið voruð, ég held að pappinn hafa sagt að við kostað ykkur milljarða, ef ekki 10 milljarða. Fólk skilur ekki almennilega hvort að hann hér eins og hýjana að reyna að komast í hræið að Baugi með því að bjóða ykkur 5% í skuldir. Já, það sem var strax farið í eftir þetta gerðist var nú alltaf að reyna að bjarga þessum fyrirtækjum og bjarga þeim störfum sem eru í Bretlandi. Og það var alveg ljóst að hann með sitt verslunarkerfi hefði getað tekið yfir ákveðin hluta okkar rekstri mjög hratt. Og en það nú eins og margir sem hafa komið hérna til landsins hafa alltaf að gera einhver reyfara kaup á þessum eignum og menn hafa ekki í þessu tilfelli allavega náð neinum samningum og við höfum líka bent mönnum á það er alveg hægt að selja þessar eignir það býða kaupendur í röðum sem að segja nú sitt hvað gæði þeirra en við höfum heldur ekki gefa þeir burtu því ég held að eignasátt Baugs sé samansafn af einhverjum bestu eignum sem að Íslendingar eiga erlendis. Ef við tökum þetta að þið séu velta 1000 milljónir með að við gengið í dag væri ekki óðsmanns æði í raun og veru að reyna ekki að hámarka arðinn út úr þessu. Ég meina, ef að bók, segjum það að þú værir í rólegheitum eða þið að selja Baug og bara ætluðu að fara að gera eitthvað annað, snúi ykkar að útgerð, einhverju slíku. Hvað heldur þú miðað við bestu aðstæður að bókfært verða á eignum ykkar getum eða markaðsverð fyrir gjöld? Ég tel að ef tími vinst til að vinna með þessar eignir að þá mun enginn tapa neinu og eigendur munu ganga frá borði með
með ágætis ávöxtun og sitt fé. Þegar þú segir eigendur, það þú og þín fjölskylda og Jú, síðan eru erlendir aðilar líka. Já, sem eru í þessu. Já. Raunveruleg hætta, Jón Ásgeir, að það, ef að menn ekki að þínu mati taka réttar ákvarðanir, að þetta endi alltaf á einhvers konar bruna útsölu? Það raunveruleg hætta ef að menn haga sér skynsamlega, sem við höfum verið að hvetja menn til að horfa svona heilstætt og á heildarmyndin, og þá ég ekki bara að tala um okkar félag, heldur líka bara þessar eignir sem eru hérna inn í bönkunum. Og síðan náttúrulega komin upp úr sérstaka staða að menn að búa til nýja banka og láta gamla banka fara á hausinn. Það ekkert séð endilega til að enda með hvernig munu kröfuhafar á gömlu bankana taka því, og þetta lögleg aðgerð. Okkur sagt erlendis af erlendu lögfræðingum að þetta sé í raun ólögleg aðgerð sem á sér stað. Því mikið að lánasamningum séu undir breskum lögum, og að það sé ekki þetta breyta því hérna. Þannig að þú getur þá hættu að þó þú semji við nýja bankan, að þá komi skiptastjórinn úr gamla bankanum eða kröfuhafi og rukkiði líka. En hvað þetta að gera, Jón Ásgeir, þegar banki ekki tillegn? Jú, það ekki tillegn nema sem þrotabú. Nei, þeir eru reyndar ekki farnir formlega í þrot, en þeir eru væntanlega á leiðinni. Þeir eru verið lagðir niður og yfir þeim skilanefnd og nýjir aðeila teknir við, eða nýjir bankastjórar eða fólk innan úr bönkunum. En þegar við töluðum, þú hringdir mig frá London á held í föstudaginn, og þá sagður það hætt á því að Ísland springjum helgina, og á mánudaginn verði ekkert eins og það var áður. Hvað blasti svona svakalegt við þér á þeim punktum? Nei, ég held að það sem hefur verið náttúrulega hlaðast upp spenna í kringum þetta, að þessir kröfuhafar hafa náttúrulega verið að koma hérna til landsins og algjörlega óviss hvernig þeir munu ganga fram. Og þarna greipið nú til orða sem aðili sem háttsettur í einu fjárfestingarbanka sagði við mig. Hann sagði að ég held að Ísland springi bara helgina. Hann tók þannig til orða. Og skynjaðir þú hvaðan átti við? Það þessi ólga sem hjá þeim aðilum sem eiga skuldabréf á bankana. Það þung ólga að setja þrýsting á þau stjórnvöld sem ætla að eiga viðskipti við Íslendinga. Nú liggur það fyrir, ég held að þessi munin lagagreinina nákvæmlega að hver fjármálastofnun má þess lána einum aðeins sem svara 10% af eigið fé. Það sé eitthvað slíkt þak í gangi. Nú vita allir að þú var stór eigandi eða stór hlutafi inn í Glitni. Einhver staðar að lánveitingar eða fyrirgreiðsla til bauks eða tengdra fyrirtækja hafi farið umfram þessi takmörk, og þá hvernig hefði það átt að komast fram hjá fjármálaeftirliti? Fjármálaeftirliti hefur fylgst mjög vel með því hvernig stórir eigendur í banku hafa verið að fá lán hjá þessum stofnunum. Og fylgst með því að það sé ekki farið yfir ákveðin hámörk. Og ég held að það hefur verið gert nærri vikulega. Við verðum að benda á það að bankarnir stóðust allir álagspróf fjármálaeftirlitsins bara í ágúst. Þannig að það virtist nú verið allt í svona þokkalega góðum lagi, þó að það náttúrulega væri lausafjárkrísa hér eins og annars staðar. En þessi óskup og þessi vitleysa ákvörðun sem gerð þarna konar 3 vikur síðan, það ekki? Þegar Glitnir settur í þrot, þú segir það að það hafi verið vitlaus ákvörðun. Það margir verið sammálaðir, en svo ég meina það eru svo margir hagfræðingar sem koma fram í fjölmiðlum að maður veit ekki hvort maður að komið að fara með hvernig túlka hlutina. Ég held að það sem gerðist þarna að banki var tekin yfir og leið hrundi traustið á kerfinu. Það var það sem við vorum búin að benda á, að auðvitað myndi það hafa dómína og áhrif út í allt kerfið. Og menn myndu spyrja sér spurningar, af hverju tekur ríkið þá ákvörðun að taka einhverja eign sem skráð á 230 milljarða og breyta þeirri eign í 20 og eitthvað milljarða á einni helgi. Hvað eiginlega að gerast í þessu kerfi? Og þá náttúrulega tóku menn, ekki þá bara sama með hinna bankana? Það ekki skilabóðin sem var verið að senda? Og hvað gerist? Daginn eftir erum við búin að fá downgrade á alla bankana, á ríkið,
og síðan fer skelfingin alltaf stað. Hvað, ég klára því að í þessum 53.000 manna hópi sem vinnur fyrir þig eru sérfræðingar á mörgum sviðum, á sviði fjármála og fjármála lögfræði og ég veit ekki hvað. Ég alveg klára því að þú og Gunnar Sigurðsson eru með hópa svona hópi. Sáuð ekki fyrir, Jóhannes, að það var að rísa einhver ofurbylgja einhver staðar út í hafi sem á að hafa, eins og jarðskjálftinn voruð 12. júlí í fyrra. Sáuð ekki, voruð ekki búnir undir það að þessar hamfarir gætu gerst? Ekki með þessum hætti. Ekki með þessum hætti. En einhverjum hætti, hvað skynjuðu þið? Jú, við skynjuðum alltaf að það var að verða til mikið lausafjárþörf allstaðar. Fyrirtæki sem slík undir það búin og í góðum samstarfi við sína banka. En menn byggust ekki við því að 3 stórir viðskiptabankar færi bara heilin á hausinn. Og leið var eins og traustið færi á Íslendinga í Bretlandi út af þessum deilum þessa reikninga sem að koma okkur ekkert við. En við fengum hins vegar að súpa segja það. Hvernig fannst skynjaðar út í Bretlandi? Þú ert búin að njóta velvildar og aðdáunar núna í mörg ár. Og ég veit til dæmis að hjá mér upp í langa hafa veitt margir toppmenn í bresku viðskiptalíf og annað sem að hafa oft talað um þig og velti fyrir sig. Hvað gerðist þegar þú komst út aftur? Þegar þú varst búin að koma hérna heim með Philip Green og út aftur, varstu eins og holdsveikur orðinn? Engi vildi snerta? Það var gríðarlegu viðsnúningur í svona viðmóti og þó að Bretar og góði vinnur okkar skammið sín út aldrei framfyrir þeirra. Það finnst það að vera hinum á langt gengið hvernig þeir komið fram. En þá finnum maður að það ákveðin andúð og það ríkir ekki traust lengur. Og það alltaf nauðsynlegt í þessum viðskiptum að hafa traust. En maðurinn á götunni, John Smith og Jane Smith, fólkið sem að, ég meina, þeir eru smásölu aðeins, að stærstum hluta og inn í ykkar búðir koma 100.000 á dag ábyggilega, þess að 3.700 búð, ef ekki meira. Við höfum ekki fundið mikið fyrir því beint á keðjuna, ekki nema þá kannski helst Æsland keðjuna. Matvörukeðjuna? Vegna þess að hún ber nafnið, sko. Menn að labba taka sveig fram hjá Æsland? Já, og það verið að skamma kassadömbur og fleira í þeim dúr inn í verslunum. Þannig að það er svona beinasta tengingi við okkur. Það virðist vera út af þessum reikningum að þá var náttúrulega fjöldi fólk sem hafði lagt þarna inn. iSave, Æsland? Þetta var svona, þetta svolítið tenging, sko. Þessir reikningar sem að Landsbanki byrjaði og heppnuðu skrýðara, það þarf ekki að ræða, alveg hreint ævintýrlega vel. Var þetta meðal annars gert eða rann þetta fé inn í Bauer-grúp sem fyrirgreiðsla eitthvað umfram aðrar fjárfestingar? Nei, ég meina það síðan að Landsbankin byrjaði á þessum reikningum, þá held ég að lántaka okkar á Landsbankanum hefur verið algjörlega óveruleg. Ég held að það sé innan við 5 milljarðar. Við höfum greitt Landsbankanum tilbaka á þessu ári tæpa 20 milljarðar. Tæpa 20 milljarðar? Á lán. Þannig að það mjög einföldur að leggja þannig upp. Þetta var bara partur af fjármögnun bankans. Og ég kann ekki að skýra það nákvæmlega hvernig þær færslur eru. En ég veit alveg hvaða viðskipti ég áttu við Landsbankann á síðustu 2 ár. Mér rámar í að Gunnar Sigurðsson, forstjóri Bauer Group, hafi sagt einhvers staðar að hagnaður Bauer Group á árinu hefði verið 7 milljarðar. Er það rétt tala hjá mér? Á fyrstu 6 mánuði, já. Fyrstu 6 mánuði, já, ok. 7 milljarðar fyrstu 6 mánuðina, að vísu að eru þá eftir aðar vesturmánuður haust og vetur, segjum það bara þrefaldast, það verið 20 milljarðar af 1000 milljarðar veltu. Er það góðu business, Jón? Það náttúrulega misjafnt hvaða keðið hvernig það að bera sig, en það eru allar á okkar stóru verslunarkeðum að gera betur á þessu ári heldur en í fyrra. Og það tel ég vera mjög góðar árangur með að við þær hremmingar sem eru líka á smásölumarkaði í Bretlandi. Þess að kaupmáttur að minnka. Þannig að við höfum svona gegnum tíðina keyrt okkar verslunarkeðjur og þær hafa verið svona í hærri mörkum arðsemi með við aðra. Þannig að fram að þessum tíma hefur allt verið eðlilegt? Fram að þessum tíma voru þessi fyrirtæki
langstæðstum hluta bara í góðum rekstri og í góðum rekstri en þegar traustið fer hjá byrgjónum þá hefur það mjög fljótt áhrif á sem sagt lausa fyrirtæki. Segja menn til dæmis leikvangaframleiðendur sem að selja ykkur stórar byrðir inn í Hamleys, standiði fram fyrir því að þeir segja, heyrðu, við verðum að fá kass. Það bara þannig. Já. Og þið hafið náttúrulega kass í einhvern takmarkaðan tíma, það skiptir ekki máli, þið getið fjármagnað ykkur með því eins og með Hamleys, þá erum þar erum við viðskiptum með Royal Bank of Scotland sem hefur staðið mjög vel með fyrirtækinu og sendt mönnum bréf og skýrt þetta út að þetta sé nú bara þannig að þessir eigendur séu með íslenskt vegabréf og öðru leyti hefur ekkert breyst sko í viðskiptunum sem slíkum en það bara allt í einu var það bara orðið menn bara mistu traustið ef þeir komum frá Íslandi. En Royal Bank of Scotland, hann ennþá að fjármagna ykkur með að byrja. Hvað með þá eins og Æsland, Karen Millen, ég fór nú inn á heimasíðu Baugs og var að mynda að það sem hann segir verkefnin ykkar að það eru 53.000 manns í 3.700 verslunum og þetta Mosaic Fashion og síðan House of Fraser sem náttúrulega sterta og skartgripakeðjuna Goldsmith og Mappin og Webb, Hamleys, tískuvöruverslanirnar Whistles og J. Norman, dönsku svo náttúrulega Eilum og Magasinitun úr og svo í Ameríku þá eigið þið held ég Saks, það sé rétt, eða að kaupa þar, Friends Connection og Debenhams. Þetta alltaf að einu öðru leyti ykkar eigu og ykkar safni. Einhver keðja hér öðrum fremur þar sem bankar að segja, heyrðu, við getum ekki hjálpað ykkur? Það hefur náttúrulega þær keðjur sem íslensku bankarnir hafa fjármagnað. Hvað það stór hluti, Jón Ásgeir? Það kannski ekki nema 20%, 20-25% af þessum sem sjáum þetta að útvega fyrirtækjunum þessa yfirdrætti sem á breytast á hverjum einasta degi. Já, eftir því hvernig þannig að síðasta vika fór í það mjög mikið að tryggja það að öll fyrirtækin myndi tryggja sér bankaviðskipti annars staðar. Já. Af því að það kom bara upp svo stað að það var engin mótaðili lengur þegar bankarnir voru farnir. Þegar bankarnir þínir hérna á Íslandi eru farnir, bankastjórarnir þínir, Lárus Velding, Sigurjón Árnason, ég nefni þessa vegna að það verið nú Hreiðar Már eða Sigurður Einarsson þeir eru bara atvinnulausir í dag. Við hvern áttu þá erindi þegar þú ert að segja, heyrðu, Baugu Group, við erum í fullum gangi í Englandi og þú veist, það engin ástæða til fyrir ykkur að fara að selja okkur á brunnátsölu. Nei, við höfum náttúrulega verið að tala við það fólk sem ræður ríkjum í bönkunum núna og auðvitað þannig að við höfum náttúrulega verið í góðu sambandi við fjölda manns inn í bönkunum sem betur fyrir ekki búið hendurlum út sem nú dálítið varhugavert að kunnáttar sé sópað út á einu bretti. Það liggur nú ekki það mikið á fyrir ríkið að henda 400-500 manns út úr bönkunum. Ég held að það væri miklu gáfulegra að láta sjá hvað kemur út úr þessu og láta fólki vinna sem hefur kunnáttuna. Þannig að ég finnst þetta full hranalega gert hvernig tekið á þessu. Ráðamenn, þetta hlýtur að vera á þeirri stærðagráðu, eitthvað viðskipti og annað, að þetta sé með að þegar ríkið á allt að þú þá erindi við forsætisráðherrann og þú erindi við viðskiptaráðherrann og aðra ráðherrar kannski tengjast þessum málum. Hvernig þið tekið, Jón Ásgeir? Ég bara tekið vel og menn sína skilning á því, held ég. Það var svona dálítið panik í gangi til þess að byrja með. Að menn að sína skilning á því að við skulum vinna þannig úr hlutum að það eyðileggist engi verðmæti og við erum skyns að því það ekkert mál að selja eigurnar á 100 milljón pund í dag en þú getur kannski fengið 2 milljarðar punda ef þú gerir þetta skynsamlega og það það sem menn eru svona að fatta eins og í kjölfarið á þessum bankagjöfum sem ég vil nú segja sem átti sér stað í síðustu viku bæði í Finnlandi og í Svíþjóð að menn eigi nú aðeins að róa sig. Ég skil ekki alveg, getur þú skýrt út fyrir okkur? Þegar ég sá einhvern banka í Finnlandi sem var eða Svíþjóð sem seldur á 10 milljónir sænskar krónur, eitthvað 200 milljónir þá eða eitthvað slíkt.
af hverju gerir ríkið þetta? Ég veit að vera aðrir að svara. Ég veit að, ég meina, dettur þér í hug, af hverju... Líklega það þannig að þessar stofnanir hafa verið komið undir þrýsting hjá fjármálaeftirlitum í þessum löndum. Og auðvitað það þannig að starfsmenn erlendir í þessum fyrirtækjum sjá sér leika á borði og koma kannski hlutan á þannig að setja þrýsting á þessar nýja eigendur að losa sig við þessa eign. Og maður veit ekki hvernig það en það kemur í ljósi bæði í Finnland og í Svíþjóð, þá eru starfsmenn sem eru að kaupa fyrirtæki. Þegar þú talar panikk hjá stjórnvöldum, og það alveg klárt að var vegna þess að, ég meina, það engin lifandi íslenskur maður, hvað sem hann forsætisráðherra eða bankastjóri eða upplifað annað eins og við höfum að gera. Að það vakti athygli að þú kemur bara daginn eftir eða 20 dögum seinna með Philip Green hérna heim og sagan segir hann hafi boðið 5% eða 10% eða einhverja smáaura. Og þá ég að spyrja, panikeraði þú? Varst þú? Já, ég veit. Panikaðstöðu? Ég panikaði, það alveg rétt. Ég panikaði þegar ég sá hvað gæti verið að hrynja yfir okkur. Og það ekkert margir í Bretlandi sem að geta hoppað inn og eru með traust hjá byrgjum. Það ekki mörg fyrirtæki sem að geta unnið mjög hratt. Philip einn af þessum aðilum sem getur gert það. Ég hins vegar kom ekkert að því þessum að hann kom alltaf heim með þér í þinni flugvél og hans flugvél, já, skiptir ekki máli. Þið komu saman hvort sem það var með Express eða Iceland. Já, við höfum átt ágætt samstarf við Philip og það þannig að við erum með 3000 verslanir rúmlega á High Street í Bretlandi, hann með annað eins. Þannig að við höfum mjög mikið samneyti við hans fyrirtæki. Við erum líka leyfishafi fyrir hans vörumerki á Norðurlöndum. Þannig að við höfum alltaf verið í ágæti sambandi við Philip. En núna eru menn, finnst þér, Jón Ásgeir, búin að ná áttum? Eru menn svona búin að draga djúpt andan og segja, heyrðu, horfum á þetta og þú hefur löngum kvartað yfir því að það var ekki góðvilji sem þú mættir þér þegar Davíð Oddsson var hérna forsætisráðherra og já, það bara, við skulum koma inn á það aðeins hérna. Finnurðu góð vilja, það mikið, þú gríðarlega mikið af öfundar fólki hérna heima á Íslandi og fólki sem talar illa þig og segir að þú sért eyðir ekki vantar. Finnurðu það að þú ert að vinna þá með fólki sem að skynjar hvað þú ert með í höndunum og hvað þú ert búin að gera? Já, ég held að fólk skynjar alveg það þegar við förum yfir þessar eigur sem við eigum erlendis að þetta eru góðar eigur og við þurfum að vinna því nú á þjóðin bankana. Já. Og það þá þjóðarinnar tap ef ekki næst að vinna úr hlutunum þannig að það sé að það standi í skilum. Þannig að ég held að menn séu að fatta þetta. Það borgar sig aðeins að hægja á og gera þetta eins og menn. Það engin hætta núna út í Englandi að það sé einhverja þínum búðum að loka bara vegna þess að þið fá ekki vörur og þið fá ekki fyrirgreiðslu. Við náttúrulega erum að mónitera þetta á hverjum einasta degi. Ég veit það. En það þannig að það var mikið komið í hús á þessum tíma. Já. Og en við finnum það náttúrulega að þetta mun hafa áhrif ef til dæmis náum ekki samningu við Breta uppgjör á þessum reikningum og þá mun það hafa áhrif á allan rekstur Íslendinga í Bretlandi. En nú virðist skynja maður að það sé orðið samkomulag milli ríkisstjórnar Íslands og Bretland að Ísland standi við sínar alþjóðlegu skuldbindingar gagnvart einstaklingum. Vandamálin eru lögreglusamtökin samgönguyfirvöld í London, 80 sveitarstjórnir og annað sem að freistuðust til þess að taka þessu gilliboð vegna sem menn trúðu ekki að þetta gæti farið. Einstaklingar mun ekki verða fyrir áfalli en það gæti orðið með þessa stóru aðila. Já, ég veit ekki alveg. Það sem að þú óttast? Ég bara óttast það að það alveg ljóst að pólitíkin í Bretlandi notaði þetta Íslandsmál með óvenjulegum hætti og þetta var mjög high profile mál í Bretlandi. Já, fórsíður allar að blaðana. Já, bara ótrúlega læti sem voru í kringu þetta. Þannig að það mun alltaf taka tíma að sjattlast og þegar heilt bankakerfi hjá þjóð fer á hausinn þá alltaf spyrja menn sig hvernig eru þessi fyrirtæki sem fyrir tengt þessari þjóð stödd.
og þar með það mun taka tíma að sýna mönnum fram að jú, við getum farið í gegnum þetta og ætlum að fara í gegnum þetta. Við ætlum ekki að gefa þessar góðu eignir á brunaútsölu til manna eins og Philip Green eða einhverja private equity sjóða. En segir Geir Haarde eða einhver í yfirvöldum hér við þig, Jón Ásgeir, þið verðið að fara að selja? Það liggur fyrir, við viljum að þið seljið, takið ykkur tími í það og gerið upp þessar skuldir og annars. Ertu undir þrýstingi frá ríkisstjórn Íslands að hefja sölu? Nei. Á engan hátt? Nei. Og það vofir ekki yfir þér núna í augnablikinu að Philip Green eða einhverjum vogunarsjóðum eða hýenusjóðum eins og ég kalla sem að lifa af því að kaupa gjaldþrota fyrirtæki bara og breyta því í peninga og þetta fer kannski marga hringi í kerfinu frá því einhver kaupi það. Þú skynjar það ekki núna? Þeir standi í röðum. Við veitum það. Það er alveg klart. Já, hótel eru fulla af mönnum sem ætla að kaupa hluti fyrir ekki neitt á Íslandi. En ég held að fólkið sem að taka við bönkur það er skynnsemi í því að reyna að recover eins og kallar. Allt tilbaka í staði fyrir að fá alla, ég meina þessi tala milljarður sterlingspunda erum við að tala rétt, það einhver segir þetta sé nær 1,5 eða 2 hvað myndirðu slá á svona að þetta sé í íslenskum peningum 200 milljarðar 178 milljarðar því ég vissi 78 milljarðar 178 milljarðar semst ekki einu sinni milljarður pund ekki það 800 milljónir punda cirka með að við gengið 2 Þetta er fyrirtæki sem við gertum við pundum Já, þannig það breytir því ekki þannig að þegar þú fer núna, þegar við töluðum saman við ætluðum að hittast í gær og þá vildur þú fresta því og vegna sem þú sagðir það er svo mikið að breytast hvaða viðhorf breyttist hjá þau frá því að Ísland hrindi og þú veist og menn segið, heyrðu Jón Ásgeir, haltu bara áfram með þína hluti Jú, það er náttúrulega í þessum umhverju núna, þá er alltaf breytast á bara hverjum klukktíma sko, menn hvernig við einsum ekki hvað þinn kaupþing fyrir bara á föstudagskvöldi í raun sko og kaupþing er náttúrulega einn af okkur stóru viðskiptabönkum þannig að það hafi verið mjög margar breytingar á alla síðustu viku og ég ætla að vona það að við séum sem við alþjóða gjaldeyrisjóði ég ætla að vona það að við séum þá að ná gjaldeyri inn í landi þannig að við getum byrjað svona eðlileg viðskipti það er annað sem gerir okkur tortryggilega erlendis er það að við getum ekki millifært greiðslur og það er ekki hægt að millifæra til okkar að greiðslukerfið þarf að komast í lag og ef við náum samningu við gjaldeyrisjóðinn þá er það mjög stór skref í að koma á ró og vinna tíma. Við þurfum að gera örstutt hlé hér á Hrafnaþingi erum að tala með Jón Ásgeir Jóhannesson sem að sannarlega hefur verið að róa lífróður með fyrirtæki sem að velta 1000 milljörðum 1,5 með jafnvel 2-földum íslenskum fjárlögum og menn virðast aðeins vera samstarfsástæða að það sé ekki góð pólitík að selja skuldirnar á brunaútsölu komum tilbaka eftir 1 mínútu svo. Góðir áheyrendur, bestu mjólkurvörur í heimi. Léttfeti, kryddfeti, salatfeti. Sýrður rjómi, 5%, 10% og 18%. Mjólka. Ljúffenga villibráðar hlaðborðið okkar hreinlega svignar undan kræsingum fram til 19. nóvember krónur 6.250 mánatötu miðvikudaga 7.250 fimmtudaga til sunnudaga allt sem þú getur í þig látið borðapantanir í síma 56 20 200 eða á perlan.is gjafabréf Perlunar eru góð tækifærisgjöf Úr undrum íslenskrar náttúru og smiðju doktor Sigmundar Guðbjarnasonar fyrrum háskólarektors Saga Pro taflan úr ætikfönn sem eykur lífsgæði og til yndisauka miðaldra karlmönnum mökum þeirra á ástvinum. Saga Pro fæst í lyfjabúðum og heilsubúðum sagamedica.is Ég heiti Pálmi Matthíasson. Stöndum saman. Þú ert velkominn í Bústaðakirkju þriðjudagskvöldi 21. október klukkan 8. Þar mun doktor í geðlækningum Páll Matthíasson ræða hamingjuna. Staðreyndir hamingjuna, hvar finn ég hana, hvernig varveiti ég hana, kemur hún á fer eða getur hún verið.
falleg tónlist í boði, Renata Ívan leikur. Þú ert velkomin, taktu vinina með. Evrópuframtíð Íslands draumur eða martröð? Ný söguleg skáldsaga blaðamannsins landskona Hals Hallssonar Váfugl vekur upp ótrúlega tímabærar spurningar stöðu Íslands í Evrópu. Váfugl fjallar stærsta álitaefni okkar samtíðar, Ísland og Evrópu. Tækin sem þú treystir, JF Stoll heifinutæki og blandarar á góðu verði. Sturlaugur & Co, Fiskislóð 14. Sér aftur við erum á spjalli við Jón Ásgeir Jóhannesson. Margir Íslendingar telja þú sett vondur maður þegar kemur að Glitni og það kom í ljós þegar var verið að gera frægan sjóð númer 9, peningamarkasjóði í Glitni, að þar voru stoðir eitt af þínum tengslafyrirtækjum með 24 milljarða skuldabréfandara sem að bankinn borgaði eða leysti út úr sjóðum. Þín fyrirtæki sem að tengjast Glitni, hafa þau fengið Jón Ásgeir óeðlilega fyrirgreiðslu? Nei, það sem gerist þarna bara þegar eignin er tekin á stóðum í Glitni, þá náttúrulega verður stór tjón. Félagið fyrir greiðslustöðum og það er ekkert útséð hvað kemur út úr þeirri greiðslustöðum og skuldabréf á fyrirtæki liggja mjög víða í kerfinu. Og ég nú líkt þessu við þegar einhver kemur inn í búðina hefur og tekur vöru og frálsari hendi, þá bitnar það oft á fólki sem á það ekki skilið, Hnuplar bara henni? Ég tel að, Er það ekki bara hnupl? Ég meina, ef að þú væri verslunarstjóri og einhver kæmi inn í baug og tæki serióspakka og labbað út með hann og borgaði ekki fyrir hann, það hnupl? Seðlabankinn fór inn í stóðir og hnuplaði hlutnum í Glitni. Já, þú segir það, og mundur, ég veit að þú ert vafalaust orðinn einhver expert á sviði laga, mundur þú telja að það væri lagalega rétt túlkun hjá þér? Já. Ekki spurning? Ekki spurning. Þetta stóðamál, F1 Group-mál, nú veit ég veit að þú náttúrulega tengist í hér mikið og ég kann ekki að rekja alla þræðina því. Þetta tengt náttúrulega við Hannes Márásson sem fór á ævintýralegt flug og keypti hluti í stórum fyrirtækjum víða heim, hagnaðist á summa eins og EasyJet, tók alveg milljarða þar en þetta endaði í einhverju svakalegu krassi. Sástu, hafður einhvern tímann áhyggjur, varstu fann að sjá fyrir þér að Hannes Márásson vinnurinn var að fara glannalega, ef orðaði þannig? Það sem gerðist þarna við mitt sumar í fyrra er það að það er að byrja titringur á mörkuðum og félagið átti mjög mikið að skráðum hlutabréfum og svo kallaði skortsalar fóruð að skoða hver ætti hvaða fyrirtæki og væri þeir viðkvæmir og það er ekki nokkuð vafa á því að FL lendir í því að mörg á þeirra fjárfestingum eru teknar í skortsölu og þar með lækka mjög mikið og þannig að það verður mjög hratt mikið tap á mörgum af fjárfestingum. En það er alveg rétt að sumar fjárfestingar hefnuðust mjög vel í FL og aðrar ekki. Við komum ekki að félagið fullri alvöru fyrir en þarna í desember þegar við aukum hlutafé og erum bara að reyna að bjarga félaginu með þeim hætti. Hvenær sástu að þetta myndi enda með disaster? Það eru ótrúlega breytingar sem var verða frá stjórnarfundi í október þangað til í miðjan nóvember. Þá er hrunið eða dominoeffektin af þegar þetta breytist 12. júlí og allt í einu er bara skrúa fyrir peninga af stórum hluta að þetta gerist á einhverjum 45 dögum. Þetta gerist mjög hratt. Þetta gerist mjög hratt. Því að almenningur sem sittur út í Jón Jónsson, hann botnar ekkert í því hvernig og menn segja, og þú hefur sagt sjálf, ég kem ekkert að fyrirtækinu fyrir en brunin er eiginlega af staðinn. Brunin er orðið gríðarlegur þarna í enda nóvember og byrjun desember. Það er alveg rétt og við förum strax í það, þær björgunar ekki bara selja þessar skráðu eignir þó að það sé verið að innleysa mikið tap og minnka efnahagsreikninginn. En bara þessar eignir sem við seldum þó á þeim tíma, ef við værum að selja það í dag, þá voru það 90 milljarðar sem það fengist minna fyrir þar. Þannig að svo ákvörðun var rétt. En þetta gerðist mjög hratt. Þegar 10 mánaða uppgjörið í F-hella með minni lá fyrir,
að þá var félagið ennþá í hagnaði, það sem að var orðin. Það var ennþá í hagnaði. En nú það hvað eftir 5 dagar greiðslustöðu? Ég held að greiðslustöðu sé framlengt á morgun eða farið fram á og verið framlengt. Já, farið fram á og verið framlengt. Þú segir það ekkert útséð gætu stóðir lifað? Já, það finnur stóðir náttúrulega í höndum lánardrottna. Já. Og það alveg hægt að finna skynsama leið að menn fá eitthvað upp í skuldir sína. Þess er að vera að biðja lengri tíma til þess að vinna í þeim málum. Þegar þú segir í höndum lánardrottna, greiðslustöðvun þýðir í raun og veru, þannig við skýrum þetta út fyrir Jónu og Jóni heima, að það verið að reyna að finna leiðir þannig að kröfuhafar eða lánardrottnar fái sem mest út úr því, hvort að hægt að semja á þess að félagi fari í gjaldþrot og skipaðu verið skiptastjóri og sem síðan fari þá í að selja hreiturnar. Þetta er eina þannig. Ef þú horfir á þetta, nú veit ég ekki hversu mikla getu þú hefur til að fylgjast með öllu sem er að gera til kringu þig, eitthvað séns? Já, ég meina það er alltaf séns, en það er náttúrulega að verða alltaf meiri og meiri eignarýrni og við erum ekki alveg búin að lesa í gegnum hvað þessir síðustu 2 vikur að hafa áhrif á þetta félag. Náttúrulega hefur stóra málið var náttúrulega 78 milljarða eign var tekin af þessu félagi á mánudagsmorgni. Hnuplað, segirðu, af Seðlabankanum. Ég fer ekki dóna því. Heldurðu, Jón Ásgeir, í raun og veru að það hafi verið til önnur leið? Ég meina, ef þú setust niður og horfir ískalt á það, segjum það að það hefði verið velviljaður seðlabankastjóri í bankanum og eins og þið segið það hefði verið bara út allan heim þar sem verið var að veita bönkunum neyðarlán og hefði lánað ykkur þessa peninga, hefði þessi dómino aldrei gerst. Þú heldur það í raun og veru og þú flokkar það af einlægni undir mistök. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Og ég meina, ertu þá, ef við komum að því að þú hefur löngum talið það að Davíð Oddsson væri þér ekki vilhallur, ég ætla ekki að segja hvort hann hafi verið óvinur þinn, en það var frægur fundur, síðasti fundur ykkar fyrir nokkrum árum þegar þú fórst niður í forsætisráðuneyti og enginn sagði nokkur sinni neitt þann fund, þannig að þið hefðu átt hreinskilnislegt spjall. Heldur þú að þetta hnupl eða þessi yfirtaka Seðlabankans, hún sé runnin undan rótum Seðlabankastjórans eins frekar heldur en ríkisstjórninu sem hann er að vinna fyrir? Þetta er mjög skrítin ákvörðun og allir sem að koma að þessu máli, glitnismenn, góður og mæti menn eins og Þorsteinn Már sem hefur nú stundað viðskipti í mörg ár, sá náttúrulega að aðferðafræðin sem var beitt þarna var mjög furðuleg og það voru allir bankamenn landsins sem vöruðu við því ef það farið þessa leið þá mun það hafa áhrif á hina bankana. Þetta var sagt við pólitíkina. Ég veit það að pólitíkin fekk ekki að vita nema 15% á sögunni. Var restið þess 85% á skrifborðinu hjá Davíð Oddssyni? Þú samfærði það? Já. Málið var ekki skýrt út fyrir mönnum eins og það lá. Lýstu fyrir okkur að þið hefðu fengið þessa fyrirgreiðslu, þessa 600 milljón evrur Þetta var svokallið repolán sem eru lán sem eru lánasöfn og þetta er að gerast alla við vitum það og við höfum líka alltaf verið að lesa fréttir frá bönkunum það sé búið að endurfjármagna sig fram í október og næsta ári og annað og álagspróf sem eru komin og frá greiningaraðilum að þetta væri eða jafnvel þrefalt eða eitthvað svoleiðis. Einn vilji að það neitaði að gera þetta, réða þessu einn að það var neitaði að gera þetta. Já, hann hefur alltaf tíð verið dálítið ráðríkur. Já, ég veit það, hann er formaður, hann á að vera að hann er formaður bankastjórnar, en með honum starfa 2 góðir og hámenntaði menn að þessu líka. Ég fer ekki þóðan að því að svigrúmi sem að seðlabankar í öðrum löndum hafa verið að gefa bönkum sínum. Þetta var vel innan þess ramma sem var verið að fara fram á
hjá Glitni. Nú ef ég við höfum opnað lánalínu frá 3 Norðurlöndum upp á 1500 milljónir evra held ég, 500 milljónir frá hvorum. Þið þurftuð að báðuð 600 af held ég að sé rétt tala. Segjum það að þið klára það. Hvar var þá næsti lánabunki? Sem að hefði þá þurft að taka jafnvel ennþá stærra, eða hefði þetta lyft ykkur yfir þröskuldin þar til einhvern tímann bara næsta ári? Ég held að bankar eru alltaf í því að endurfjármagna sig og búa til skuldabréf eignir sínar og selja þau, og það bara daglega rekstur. Og það var ekkert annað í kortunum hjá Glitni heldur en bara að halda áfram í því verkefni. Bankin átti gríðarlega verðmætt eignasafn í Noregi, húsnæðislán og húsnæðislán hérna heima sem hefði alveg fleytt bankanum í gegnum næstu skafla. En það, ég meina, skaflinn var alveg svo stór, þú veist, að bankin ykkar út í Þýskalandi sem var að lána Seðlabankanum líka, sagði, heyrðu, ekki meira. Já, það var nú, held ég þannig að í staðin fyrir að lána íslensku bönkunum þá ákveður að lána ríkinu. Og það náttúrulega bara spurning kredit á þeim bænum. Þannig að menn þurfti að borga upp lán í þýska bankanum sem fór síðan til ríkisins. Já, en ef þú spyrð sjálfa þig, horfir á það sem venjulegur Íslendingur sem situr heima og skynjar ekki hvað þið eru búin að búa til, af hverju átti hann skattborgarinn að taka á sig að borga kannski af gjaldeyrisvarasjóði upp á 5 milljarða eða 6 milljarða evra, held ég hafi verið það sem að ýmsir töldu að þyrfti að vera hér til þess að væri hægt að standa á baki við bankana og útrása fyrirtækin. Nei, þetta náttúrulega mikil einföldun að kalla þetta sé allt fyrir einhver útrása fyrirtækjaverkefni. Þetta var það sem útrása fyrirtækin sögðu að ætti að vera, þannig að allt væri greiningadeild. Ég held að þessi lán gagnvart þessum fyrirtækjum sem hafa farið og fjárfest erlendis, ég held að þetta sé 4-5% heildar balansít bankana sem við verðum að ræða. Þannig að það fullmikil einföldun. Það sé ekki stærra hlutur. Það ekki stærra hlutur. Og þú sér það bara okkar fyrirtæki sem talið eitt stæðsta útrása fyrirtæki í landsins, að það þá með einhverju 120 milljarða í íslenska bankakerfinu. En íslenska bankakerfi telur í stærð sinni einhverju 12.000 milljarða. Þannig að þessi 3 bankar. Þannig að það þýðir ekki að skella skuldin á þessi fyrirtæki. En það var það ekki það sem gerðist. Bankarnir hrundi yfir okkur, ekki fyrirtækin okkar yfir bankana. Var þetta þessi lán að styrkja gjaldeyrisjóðinn. Það bara það sem hefur verið að gerast út allan heim, en hafa verið að hjálpa til að halda bankakerfinu í gangandi. Vegna þess að þú ert ekki með bankakerfi, að þá ert ekki með fyrirtæki og ekkert súrefni inn í til þess að halda hjólunum gangandi. En í forsætisráðherra tíð Geirs Haarde og bankastjóra tíð Davíðs Oddssonar var búið að þrefalda, frekar en 4-falda gjaldeyrisvarasjóðinn frá því sem var þegar þeir komu til, eða til starfa á þessu 9 stöðum báðu tveir, þannig að allt verandi normalt, þá var það bara, þú veist. En við vorum ekkert inn í normalt, sko. Við vorum, það var skollin á kreppa, fjármála krísa í heiminn. Það voru, seðlabankar voru búin að dæla inn í hagkerfi, milljarðatugum, til dæmis í Bandaríkjum og Bretlandi og Evrópu. Og menn voru ekkert að biðja neitt annað heldur en sömu þjónustu. Bara að fá að halda áfram, það var ekkert, þið voruð ekkert í neyru, ætluðu ekki að fara að kaupa Saks Fifth Avenue 100% eða neitt. En nú gerist það að Lehman Brothers, ég meina það fara ameríski bankar í lange banir, fjárfestingabankar, sem að voru með gríðarlega mikið að gefa út skuldabréf, að Lehman bankin hafi tengst Glitni eða þannig þessu hrapi meira heldur naðri bankar af einhverjum ástæðum. Forsætisráðherra hefur nefnt þetta oftar seðlabankastjórinn líka. Því með að Lehmans falli hefur áhrif á alla banka held ég, meira og minna, vegna þess að einhvers staðar eru skuldabréf eða mótsamningar. Þetta var náttúrulega gríðarlega stórt fyrirtæki og ég held að það hefur verið skuldabréf upp á $500 milljarðar sem hefur útistandandi á Lehmans. Þannig að það hefur áhrif alls staðar. En segjum það
að Glitnir hefðu lifað þarna, þannig að Seðlabankinn hefðu gert þetta, fengið þessi lán. Síðan skall ennþá meir hamfarir yfir fjármálaheimin. Hefði það ekki hugsanlega risikera þessum 600 milljónum sem við hefum lána einu banka? Við höfum ekki gleyma því að það var ekki að vera að biðja lána að setja veð. Það voru góðar eignir sem voru boðnar að veði. Seðlabankinn sagði við hefðum ekki, Seðlabankinn segir í yfirlýsingu við hefðum ekki haft leyfi til þess að taka þessi veð. Við erum bara ekki sammála þessari túlkun. Það voru eignasöfn sem lágu líka á borðinu sem þeim á boði og var ekki kíkt á. Það hefur líka komið fram hjá fyrrum stjórnarformanni bankans. Að það voru lánasöfn sem voru líka boðin. Já, það var bara sagt að það væri bara, þau hefðu bara verið út í hróa hött, var raun að það sem Seðlabankinn sagði. Fasteignalán í Noregi ekki út í hróa hött, Ég er ósammála því. Ég veit ekki hvort að það allir að leita einhverjum sögdók. Íslendingar vilja fá haus eða hausa á fati einhverja og þess vegna þeir sem hafa tapað, sumir hafa tapað ævisparnaðinum sínum í bankunum og menn velta ábúðslega mikið fyrir sér, voru það Jón Ásgeir og snillingarnir í kringum hann sem eru aðal ástæðan fyrir því að þetta gerist. Jón Ásgeir, af hverju hefur tilfinningu fyrir því af hverju þú ert svona mikið? Ég held bara því að einhvern veginn hefur þetta verið spunnið í það að þessi útrás á fyrirtækjum að kenna að þetta gerist. Það er bara ekki þannig. Í heiminum er ástand sem hefur aldrei sést í fjármálaheiminum og menn tóku rangar ákvarðanir hérna heima sem að urðu til þess að gríðarlegu fjármálin töpust. Heldur þú að þegar það verður skrifuð hvítbók? Þú veist að það er búið að ákveða það. Ég fagna því. Já, hún verður skrifuð og hvítbók þýðir það í raun og veru að ríkisstjórnin hún raunar ábyggist það verður komast í boss í þessu máli. Algjörlega. Og það en við verðum að passa eitt. Þessi hvítbók verður að skrifast af fólki sem er óháð pólitík og helst eru að fá bara erlenda aðila sem að skrifa þessa bók og fara yfir þetta. Væntanlega verður ekki treystu við einhverju hópi sem að myndist starfandi fórustu Björns Bjarnasonar. Hvítbók, dómsmálaráðherra, ég treysti honum. Ég treysti honum ekki. Þú treystir honum ekki. En hvítbók þýðir í raun og veru að ríkisvaldi það ákveður það að komast til boss. Hvítar bækur hafa verið yfirleitt sem verið svona eiginlega stóri dómur og unnið af besta hugsanlega fólki. Algjörlega nauðsynlegt. Það fari í þess að vinna. Björn Bjarnason hefur líka átt viðræði við ríkissaksóknara að setja á stopp sérstakt saksóknarefni og þá fennur hrollur ýmsa. Við erum nýbúnir að fá tilkynningu það að Hafskipsmáli verið tekið upp 20 árum eftir að það kláraðist. Þú ert nýbúin að fá 3 mánaða skilorðsbundinn dóm úr Hæstarétti fyrir bókhaldsbrot held ég að þú kreditreikningu sem var misfærður. Já, misfærður, en allavega þú ert með þennan á flippanum, sama hvað þeir. Ef þú hugsa til þess að það stofna nýtt saksóknarembætti til að fara til bossin þessu, heldur þú að þú af einhverjum ástæðum verður einhvers konar sérstakur skotspónn eða kastljósinu yrði beint sérstaklega að þér og öllum, nú er gaumur til styrkurinn, vestmenn, stóðir, ég man ekki hvað þetta allt heitir. Þetta feiknarleg fletta. Já. Óttastu eitthvað, ég spyrir þig, hefur einhverjar áhyggjur af því að þú veist, menn kæm og myndu sækja þig heim til þér á morgni dags? Nei. Ekki, á engan hátt. Eðlilegt að verði stofnað sérstakt ríkissaksóknarembætti? Eins og ég segi, ég held að það er algjörlega að rannsaka allt sem að kemur að þessu hruni og þessu gríðarlegu eignatjóni sem að verður. Og það er að rannsaka, en það verður að vera gert af óháðum aðilum. Get ekki verið pólitískt tengdur. Horfum á það sem að blasir við, segðu okkur hvað blasir við nú. Nú er baugur eða hagar á Íslandi sem eru gríðarlega stór aðili í öllum daglegum verslunarvenju fólk með bónus og hakkaup og 10-11 Debenhá og allar einar verslunarvenjar.
Eru Hagar safe, Jón Ásgeir? Já, ég var í stjórnarfundi í Högum áðan og það bara allt. Það er eina vandamála okkar er að við fáum ekki gjaldeyri. Þið fáum ekki gjaldeyri, en ég meina þeir fyrir gjaldeyrnum. Já, nóga krónum. Og við segjum það, við sendum það út að við eigum krónur. Þið eigum krónur, þið er nóga penningu. Og það er einn og einn sem tekur við krónum, það er nú það merkilegt. Ertu þá að tala við í útlandu sem treystir því að þetta gerir? Hvað heldur, hvar ertu að róa núna? Þú verður vantanlega í Bretlandi alla vikuna í vinnu. Segðu okkur aðeins forgangsröðina. Forgangsröðin er að tryggja það að verðmæti í eign okkar í Bretlandi verði ekki eðileg. Hefurðu þau skilaboð frá stjórnvöldum, þú færð þann tíma sem þú þarft, Jón Ásgeir, til þess að gera þetta? Ég hef ekkert á blaði en ég hef rætt við fólk og sýnt fram á það að það er skynsamlegt að vinna úr ástandinu. Þeir sem ráða, það er seðlabankastjóri og það er forsætisráðherra sem er vextstjóri þessara ríkisstjórnar, hvað sem hann kann annað að vera, viðskiptaráðherra líka sem hefur komið, ég veit ekki hvort á að segja, mjög á óvart, allavega hefur hann hefur slegið í gegn. Sannarlega, Björgvin G. Sigurðsson. Já, og ég held að ég hef átt fund með Björgvini og farið yfir þessi mál og ég held að hann sé sammála því og þjóðin sé sammála því. Þetta eru eignir þjóðarinnar í raun í dag og við höfum að reyna að fá sem mest fyrir þær. Eins og málin horfðu þegar þú komst hérna heim fyrir helgina, blasti við þér hætt á því að þið myndu missa allt sem þið hefðu byggt upp? Er ennþá hætt á því, Jón Ásgeir, að þið verðið eignalaus fjölskylda? Nei, ég held að við höfum farið upp og niður með okkar eignir. Aðalega upp frá því þið byrjuðu, já. Verðmæti tapast. Það búið að vera mikið uppgangur og mikið velgengni. Já, ég meina við teljum okkur geta unnið úr þessar stöðu sem er á borðinu. En ef við mætum einhverju óskynsemi þá er ekkert útilokað illa fara. Hefur þú í allir þessari orrarhríð núna persónulega hitt seðlabankastjóra? Nei, ekki hitt hann. Og ekki óskað eftir fundi og hann ekki óskað eftir fundi með þér? Nei. Ertu búin að hitta forsætisráðherra? Hefur óskað eftir ég að hitta hann? Vildirðu hitta hann? Ég tel að hann hefði haft mikið að gera og ég Þú líka haft mikið að gera aðstofamenn og Þú rætt við hans aðstofamenn? Já, og menn hafa verið í mjög, pólitíkin hefur unnið það mjög vel, hún hefur verið í sambandi við aðilega í viðskiptalífinu og ég tel að það er náttúrulega nauðsynlegt að menn geti komið þá sínu sjónarmiðum og hugmyndum af því að við verðum náttúrulega að passa þetta sem er núna eftir stendur, við getum ekki sett meira á þetta bál. Við verðum aðeins að hugsa hvernig ætlum við að vinna okkur út úr þessu. Ertu með hjálm og í búning og tilbúin að fara út til að slökkva? Slökkva eldin því að það logar eldur í eignunum ykkar. Það er raunverulegur eldur og það sem ég kannski spyrja þið ferðu með umboð frá þeim aðilum sem þurfa að gera að það verði ekki selt undan þér kompanið og skuldirna seldar eins og fyrir grínvildi bara yfirtaka þetta. Já, ég tel mig hafa þann skilning í bankakerfinu að við ætlum að vinna út úr þessum eignum, gera verðmæti úr þeim, ekki eyðileggja þær. Jón Ásgeir Jónasson, kæra þakki fyrir að gefa þér tíma til að setja með okkur og gangi þér vel í þessum slag sem að framöndan við höfum kannski eftir að hitta seinna og vonandi þá minni blikar á lofti. Já, takk hjá. Á morgun þá verður Finnur Árnason fórstjóri Haga hjá okkur á þriðjudegi. Við ætlum að spyrja hann útlit og horfur í verslun á Íslandi. Við meira að vera að tala við Jón Ásgeir það sem er að gerast í útlandum. Sjáumst þá.